Óli, þetta var tiltölulega bara öruggt í dag. Vantaði ekki, meðan vantaði dálítið svona eldmóðin í bæði liði, svona með mikilvæga leiksins. Hvað segir það? Nei, svo sem ekkert eldmóð. Við bara mættum einbeittir til leiks. Vorum búin að ná bara mjög góðum æfingum í vikunni og tölum það fyrir leikinn að koma með þetta í leikinn. Við gerum það hérna í kvöld, sérstaklega varnarlega fannst mér. Og þeir kom bara með sitt rönn og við stóðum það á okkur og ég er bara mjög sáttur með úrslitin í kvöld. Núna gaf sér bróðinn út það, hann mun stíga til hliðar eftir þetta tímabil. Skiptir það máli í kvöld? Heldur að alla menn að þjappa sér eitthvað meira saman svona fyrir hans vegna eða hvað? Nei, þetta er ekki bara einhver yfir, skilju. Ég hef vitað þetta allan tíman, allt tímabilið að það væri stígast tímabilið, sko. Þannig að, nei, ég menn hann sagði okkur þetta bara æfingu í fyrradag eða eitthvað, að það væri að koma einhver tilkynning og það er gott að blessa og þá hann kláraði þetta bara með hennar stæl þetta tímabil og svo kemur bara nýmaður í brúnna og bara, það er bara gaman að sjá hverju það var. En þú ætlar náttúrulega að klára þetta tímabil með stæl og ég ætla nú að spyrja þig eins og hina tvo sem við erum búin að tala um. Þessi svokölluðu spekingar, þeir tala um að þessi tvö lið af þremur sem komast í úrslitakeppnina 7. skiptir bara engu máli. Þetta verði bara fallbyssu fóður fyrir Stjörnuna Njarðvík. Hvað segir það? Já, nei, skilur við erum ekkert að fara í einhverja leiki í úrslitakeppninum til að bara spila það, sko. Við erum að fara í alla leiki til að vinna og það er búið að sjást oft í vetur að við getum unnið hvaða lið sem er þegar við erum rétt stilltir en við ætlum bara að klára þessa tvo leiki sem eftir eru og svo ætlum við bara að sjá við hverja við mætum og þá verður það bara tekið og við förum það bara yfir það, ég meina, bara eitt skref í einu og áfram gott. Og einmitt Stjarnan næst, hvernig líst þér á það? Bara mjög vel, það er alltaf gaman að spila mútið Stjörnunni, mjög gott lið, það verður mjög gott test fyrir okkur af því að við gætum mætt þeim í úrslitakeppninni eins og spekingandi segja, þannig að þetta verður bara líf og fjör og gaman. Flott, takk.